Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég var svo heppin að fá til mín hana Ásdísi Rögnu sem grasalæknir og lýðheilsufræðingur og við ræddum ýmislegt. Við ræddum grasalækningar, við ræddum lýðheilsu, meltinguna, þarmaflóruna, streitu, hormónaójafnvægi, tíðarhing kvenna, rushing woman syndrome og fleira. Ég mæli mig að þú sækið bara litla stílabók og penna af því að hún fer yfir alls konar jurtir sem þú getur týnt bara út í íslenskri náttúru og við getum nýtt okkur til gagns. Ásdís fer mikið yfir það hvað lífstílinn okkar undir staðan að góðri heilsu og að við áttum okkur líklega ekki á því hversu máttur matarins mikill þegar kemur að hormónaheilsunni okkar. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, nema kannski bara að segja að þátturinn gerður í samstarfi við heilsuhilluna, Netto og Spíruna. Heilsuvara mánaðarins, október mánaðar, vörurnar frá Better You og ég hef oft rætt vitaminsprayin, munnúðuna sem ég elska mikið, en nýjasta æðið magnesíumflögurnar sem hægt að setja út í baðkarið eða nýta sem fótabað. Hvet ykkur til þess að prófa. Mig langar að minna á samkaupa appið og ég hvet alla til þess að sækja appið og byrja að spara. Þú fær 2% afslátt af öllum vörukaupum, þú fær líka sérstök apptilboð sem vildar viðskiptavinur og afslátturinn hann myndar inneign sem hægt að nota á netto.is, í verslinum Netto, í krambúðinni, kjörbúðinni og Æsland. Gestur minn í dag í dýrari kantinum. Það hún Ásdís Ragna Einarsdóttir, oft nefnd Ásdís Grasa. Hún lýðheilsufræðingur og grasalæknir. Vertu hjartanlega velkomin. Bara takk fyrir að bjóða mér. Gaman að vera hjá þér. Já, loksins náðum við saman. Já, alltaf þegar þrendir. Uppteknar konur. Aldeilis. En ég býð nú fólki oft svona að byrja bara aðeins á því kannski að kynna sig og segja svona frá þínu bakgrunni og hvernig þú endaðir í því sem þú ert í dag? Já, ég nú bara 3 barna móðir, Suðurnesamær, alveg upp í Keflavík og og bjó, sem ég búin að búa þar bara all ævi og með fjölskyldinu minni og ég reyndar bjó í 3 ár í Svíþjóð og lærði sænsku. Ok. Já, gekk í menntaskólinni í Hamrahlíð sem að við erum akkúrat staddar núna. Þannig að það bara skemmtilegt. Skemmtileg tilviljun að sitja og taka þáttinn hér, bara gaman. Smá túr húsið. Já, sem var mjög gaman og já, ég syns það var bara, ég hafði mjög gott að búa erlendis í barnan í 3 ár og bjó í Lundi í Svíþjóð meðan að mamma mér var í námi og svo bara var ég, mjög virkt barn, ég var í körfubolta og bara allt á eyði og svona eins og ég segi, bara mjög virk og svo náttúrulega lá leiðin í nám í grasrængum, University of East London í Breitlandi og það var 5 ára nám. Já, það 5 ára nám. Það var það þá allavega. Held að sé 4 ár í dag, BS-nám. En hvernig datt þér í hug að fara í þetta? Ég í rauninni bara, þegar ég er 12 ára þegar ég ákveði þetta, sem svolítið sérkennilegt. Og ég bara manna meira þess að hvar það gerðist. Ég var bara í jeppaferðalagi í Loðmundarfirði með fjölskyldunni og rekst þar á, við vorum í svona gistingu, svona sveitagistingu og rekst á litla bók sem heitir Grasnetjar sem í rauninni svona lítið frægt rit sem að flestir kannast við sem hafa kynnt sér þessi mál og það bara verið að svona fara yfir, hvað plönturnar gera og hvaða lækningaeiginleika þær hafa og svona á Íslandi og ég bara, sem barn, ég var svo hughrifin af þessari bók ég eiginlega bara ákvað þarna bara að verða grasalæknir. Vá. Án þess að vita kannski beint út hvað það snerist. Og svo bara fer ég á náttúrufræðabraut og ég alltaf bara svolítið með þessa stefnu sem unglingur og já, og svo 15 ára reyndar þá svona, enn frekar kannski svona marka í þessa leið og þá ræði ég mig í vinnu í Vallanesi fyrir austan hjá Móður Jörð, fyrirtæki sem heitir Móður Jörð sem náttúrulega ennþá til í dag sem í lífrænni ræktun og ég myndi halda á þeim tíma að þau hafa örugglega verið bara með þeim fyrstu í lífrænni ræktun á Íslandi. Og og þar kynnist ég bara enn frekar bara svona þessari heilsu
leið og í rauninni bara tætti með allar heilsubækur sem þau áttu hjónin sem byggu þá sem voru þar. Og þú tengir þetta alltaf við heilsu, svo sagt. Já, þú veist, það var þessi tenging og eiginlega svo auðvitað bara við jurtirnar, þú veist, þessar plöntur og þau náttúrulega voru að rækta grammiti og þau voru með gróðurhús og voru að rækta lækningurtur inn í gróðurhúsinu og voru búið til te og voru búið til nuttoljur og þú veist, þau voru bara ótrúlega undan sinni samtíð á þeim tíma. Og Kristbjörg var að kenna jóga í hlöðinni og þú veist, og þau voru bara og Eymundur bóndi var náttúrulega bara út á agrunum að rækta bygg og grammiti og þú veist, ég hafði bara rosa gott af þessum tíma. Og ég er 15 ára og svo kem ég hana tilbaka og fyrir framhaldsskóla og þarna var ég bara svolítið bara búin að ákveða alveg bara svona fastnegla þetta var leiðin sem ég vildi fara. Þannig að maður mætti bara með spírur og paprikur í fríminútur að borða, þú veist. En mér fannst náttúrulega nammi líka alveg gott eins og öllum vinum mínum. En þú veist, ég var svona, já, maður var svona að byrja að stíga þessi skref þarna bara svolítið snemma. Já, þetta er magna. Og svo ferði þið þarna í grasalækningan, þetta 5 ára nám. Já. Og klára það og í rauninni ég klára bara framhaldsskólann og fer bara beint í þetta nám. Og eignast þarna dóttir mína frekar ung og ég bara, þú veist, með hana bara unga og klára þetta bara allt saman og svo bara fer ég að praktisera beint eftir það á viðtalstofu, já, á Íslandi og hef í rauninni, þú veist, allar götur síðan verið á viðtalstofu með skjólstæðinga, þú veist, að vinna með heilsufæri þeirra og nota jurtalyfin sem svona mitt aðal meðferðarform. Og auðvitað bara lífstílsbreytingar og maður verður alltaf að gera það samhliða að byrja í rauninni á því áður maður fer að nota jurtalyfin og já, þannig að það er svona sem ég verið að, þú veist, gera bara mest af, sko. Já, hvað eru grasalækningar? Já, það er stórt spurt. Já. Það eru í rauninni svona ákveð form af náttúrulækningum. Þú veist, náttúrulækningar eru í rauninni svolítið regnhlífin og undir þeim eru síðan graslækningar og fleiri svona aðra meðferðir. Og þetta er í rauninni bara meðferðarform sem hefur verið notað, þú veist, í 1000 ára allan heim og allar þjóðir hafa nýtt sér. Eru grasalækningar og jurtalækningar það sama? Já, það er bara það sama. Það er bara mismunandi hvað heitið þú notar, sko. Og þetta er, þú veist, þarna er náttúrulega verið að nota jurtir og eða plöntur, þú veist, sem hafa lækningaeiginleika til þess að meðhöndla ákveðna kvilla og einkenni og sjúkdóma og vinna með heilsufæri með þessum virku efnum. Og eins og ég segi, það er talið samkvæmt svona WHO eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin að 80% mannkynið nýti sér jurtir til lækninga. Þannig og náttúrulega fyrstu lyfin koma úr jurtum eins og við þekkjum. Og ég til dæmis þurfti að taka 2 ári lyfjafræði í mínu námi, þú veist bara sem hluta þessu 5 ára námi þurfti ég að taka bæði hefðbundna lyfjafræði mjög djúpt og svo auðvitað jurtalyfjafræði, þú veist plöntu bara alla kemistri og lyfjafræði bak við jurtirnar, sko. Já, var talað, fyrir ekki þess að var talað svona heildræna heilsu í þessu námi, því að manni finnst eins og þeir sem klára hefðbundna læknisfræði, þá er svo lítið talað til dæmis mataræði. Þeir fá eiginlega bara ekkert, enga fræðslu það, sem er svo sorglegt. Ég held að sé breytast samt í dag. Ég held að svona, það er orðið meiri vakning, þú veist, innan læknisfræðinnar varðandi bara og svona lífstílslækningar eru að mínum að þetta er bara framtíðin, þú veist, og það er svolítið það sem maður er búin að vera að gera og þú veist, maður er í rauninni maður er að heilsuefla einstaklingin, bara one and one í rauninni en ég bæði hef, þú veist, á þessar ráðstöfnum sem ég var að fara á í endurmenntun bara gegnum árin og þú veist, þá er bara orðið meiri vakning, þú veist, það eru læknar að sækja þessar ráðstöfnur og alls konar meðferðaðilar og það er orðinu aukin áhersla sem betur fer á þessa þætti en þú veist hversu mikið það er komið inn í námið, þú veist það er langt eftir þar en svona það er orðin alltaf eitthvað vakning en í mínu námi þá, þú veist, þá var það í grunninn, þú veist, þetta er í rauninni bara svona vestrænar graslækningar, þú veist, ég valdi mig bara þannig nám að það væri, þú veist, bara, þú veist, þetta væri á háskólastig, þetta var BS nám, ég hefði getað farið í masterið, ég hefði viljað í áframhaldandi nám og svona bara sennilega með betri skólum í heiminum, þeir eru misjöfnum stigum þessi skólar, hvernig þeir kenna og þannig að þetta var í rauninni sko, hvað ég segja, auðvitað áhersla á heildræna heilsu og heildræna nálgun en rosalega mikið bara, þú veist, sjúkdómafræði og þú veist þessi heilbriðs undirstöðu fög sem bara maður þarf náttúrulega að hafa en maður ætla síðan að vera meðhundla og bara taka heilsufarsjóð ekkur einstaklingi og hjálpa honum í átt að bættri heilsu. Akkurat.
Þannig að sem betur fyrir að þá koma svona bara vel út úr náminu hvað það varðar sko. Já. En þú segist líka vera lýðheilsufræðingur, er það eitthvað sem þú lærði svo eftir? Já, svo bara blundaði þetta alltaf í mér, þú veist, að í mjög fróðleiksfús og bara alltaf, þú veist, bara sílærandi og eins og ég segi, alltaf sótt mikið bara námskeið og svona endurmenntun bæði erlendis og hérlendis og það blundaði alltaf einhvern veginn í mér að þú veist, mér fannst mér svona vant einhverja viðbót sem myndi svona bara, mér langaði bara að læra meira. Þannig að ég, þú veist, var búin að vera að pæli að fara í master í næringarfræði lengi vel og svo einhvern veginn fann ég einhvern veginn ekki alveg, það togaði mig ekki sem ekki til sín sko. Og lýðheilsan var bara fyrir valunum, ég fannst hún bara eiga ótrúlega vel við það sem ég var með í grunninn, þú veist, hún svona einhvern veginn mátaðist mjög vel við mitt fyrra nám og var bara, þú veist, lýðheilsan í rauninni, þú veist, svona 360 vinkill svolítið á bara, þú veist, bara heilsuna, almennt. Og þar var til dæmis í náminu, þú veist, það rosalega auðvitað rauði þráður þar og svona áherslan þar á forvarnir og heilsueflingu og svona fyrirbyggjandi, þú veist, nálgun sem mér finnst svo rosalega mikilvæg og ég vil svolítið að við séum miklu meiri með þau gleru á okkur heldur en við erum bara hér og erlendis, þú veist, við erum að setja mjög lítið í þennan þú veist, það er bara mjög lítið sett í þessa fyrirbyggjandi hætti, sko. Þannig að mér fannst það áhugavert og það nýtist manni bara allstaðar í rauninni. Þannig að mjög áhugavert og skemmtilegt nám. Er ekki bara allir peningurinn búinn í heilbrigðiskerfinu, það er bara ekki til peningur fyrir forvarnir, maður hefur nú bara heyrt þetta. Já, sorglegt. Það er allavega, hún er náttúrulega misskipt og þú veist, og það er alveg margir verið að tala, þú veist, tala fyrir því að reyna að þú veist að það þyrfti að setja í mangi hvort það er 300% hvað ætla að segja fyrir ekki 3% sem er sett í forvarnir, þú veist, af þessum fjármunum sem er verið að setja í heilbrigðiskerfi en ég ætla nú ekki alveg að það getur vel verið að segja ekki rétt hlutvall en það er of lítið engu að síður sko. Þannig að og það er bara, þú veist, við viljum ekki vera slökk og elda, við viljum bara, þú veist, byrja og ná fólki fyrr, hámarka heilsufæri þeirra og í rauninni frekar að koma í veg fyrir eitthvað, þú veist, verra gerist á seinna lífsleiðinni. Og það er bara eitthvað sem við þurfum bara, þú veist, sem betur fer þá eru bæði fyrirtæki eins og Greenfoot og önnur fyrirtæki sem eru í heilsueflingu og bara alls konar aðeila sem er að reyna að tala fyrir þessu og þeim fleiri, þeim betra sko. Akkurat. Eru þið mörg á Íslandi sem eru menntuð grasarlækningar? Sko við erum bara, þetta er nú bara konur að mér vitandi, já, og ég ætli séum ekki svona 5, svona myndi ég halda bara 5 til 6, ég held að séu 2 erlendir sem að urðu bara eftir námið, kom ekki heim og að praktisera þar. Já, við erum kannski bara mestalagi 5. Spaka, það er lítið. Já, rosalega lítil stjætt, sko. Wow. Þannig að en við erum svona servitringar. Já, ég hugsa við höfum, látum alveg heyri í okkur. Það eru með sér fleiri ungbarnakennarar. Já, það veitir nú ekkit af því, þú veist, ekki kenna það. Mjög mikilvægt starf, en já, ég meni þetta er auðvitað lítil stjætt, en þú veist, eins og ég segi, þetta er bara, en þetta er mjög áhugavert og mér, þú veist, mér hefur bara fundist það rosa svona, ég er rosa þakklátt fyrir það að fara í þessa leið, þú veist, þetta er bara að gefa mig líka, þau gefa mér rosa mikið líka bara að, þú veist, það er mjög svona rewarding sem maður slettur ensku bara að sjá þegar maður, þú veist, leggur upp eitthvað meðferðarplan fyrir skjólstæðingarna sína og þau eru með ykkur einkenni og maður er að hjálpa þeim að vinna á þeim og þau upplifa, þú veist, bara bætt heilsufar og betri líðan og þú veist, og það er bara svo, það er svo gott í hjartanu að finna þetta sem meðfræðali, sko. Að sjá jurtirnar virka með þessum hætti og að innleiða ykkur að góða breytingar hjá fólki sem að síðan lætur í líða betur. Hvers konar kvillar er þetta svona algengast sem fólk er að leita til þín með? Þú veist, svona í gegnum árinu, því nú er ég búin að vera að praktisera í örugglega næstu 20 ár, það er 19 ár, þetta er alveg langur tími, næstu 2 áratugir. Og þannig ég er búin að sjá þetta bara þúsundir fólk sem hafa leitað til mín og ég myndi segja að konur eru svona í meiri hluta, klárlega. Þannig að svona fyrst og fremst er þetta konur með sína kvilla og hormóna og jafnvægi mikið til sem að ég er svona mikið búin með alltaf bæði eins og breytingaskeið og í rauninni bara öllum æviskeiðum hjá konum sem að ég vera fastu og hjálpaði með. Og svo er þetta líka bara allt frá, þú veist, unga börnum, þú veist, bara þegar börnum með magakveis og eyrnabólgur og alveg upp í bara aldraða, skilur, fólk sem er með gigt og allt þar á milli, meltingavandamál og, þú veist, sumir koma til mér bara út af kvefi eða skert ónæmiskerfi og svo er líka, fyrst mér, það sem hefur kannski verið aukast, ég hef séð aukningu, ég eru sjálfsánum með sjúkdómar og svona ofnæmi og óþol,
sérstaklega sjálfsánum með sjúkdómar, mér hefur fundist þeir vera svolítið svona rísandi, svona síðustu árin og já, ég meina vanveikur skjaldkirtill og það er bara ýmislegt sem fólk kemur en svona mestmegnis konur. Já. Og myndirðu segja að það sé hægt að lækna þetta allt með jurtum? Nei, ég myndi bara ekki segja það. Það er bara, lyfin eru auðvitað okkur mjög mikilvæg líka og ég er mjög ofta meðhöndla samhliða lyfjagjöf, en ég fer auðvitað mjög varlega í það, og ég myndi ekki, og ég þarf að gera það, ég þekki auðvitað milliverkanir milli lyfja og jurtalyfja og vítamína og svoleiðis, af því það eru stundum milliverkanir og þá þarf maður að draga svolítið línu í sandin og vera vera varfærin og þannig að ég, hvað ég segja, það er, ég meina, lífstílinn eru auðvitað bara undirstaðan, það leiðir þetta svolítið það og sjá til þess að fólk sé svolítið að tikki þau boksa að leiðir þetta að koma jafnvægi og líffæra starfsemina bara með góðum og heilbrigðum lífstíl og svo koma jurtalyfin inn og svo eru þetta líka til að leiðir þetta ýmislegt með ákveðnum völdum bætiefnum, ég meina það er svo bara góðgerla fyrir þarmaflóruna og svona ýmsum öðrum virkum efnum en stundum er fólk að koma til mín á kannski nokkrum lyfjum og þá þarf við alltaf að taka tillit til þess, hvað má ég ávisa með jurtirnar og hvað ekki og en ég, ráðleik fólki aldrei að fara af lyfjónum en eitt svoleiðis, það er bara eitthvað sem ég myndi aldrei gera, þetta er alltaf bara þau gera það í samráði við sinn lækni og þau eru í sínu meðferð þar og ég er svona kannski kem inn í meðferðina svona til hliðar, stundum byrjar fólk að koma til okkar, og vil gera það og svona vera undan áður það kannski þarf að fara á lyfin sem eru auðvitað mjög, ég myndi alltaf ráðleika það fyrst ef það er hægt. Sjá hvað virkar fyrst náttúrulega og svo, Já, hvað lífstílinn og jurtalyfin og náttúruefni geta gert og en auðvitað ef þetta eru bráðaeinkenni og þetta eru ef þetta er aggressív gigt eða ef þetta eru svona þá er það bara ekkert í boði, þá þarf stundum að grípa til annar úrræða eins og lyfja sem eru náttúrulega okkur mjög gagnleg þegar þeirra er þörf. Vissulega eru sum lyf ofnotuð eins og við vitum, skilurðu, en og þegar við erum að eiga við króníska langvinna sjúkdóma þá eru þetta klárlega betri leið að reyna að vinna svolítið með lífstílinn og þá allavega samhliða lyfjagjöf. Og því það getur síðan mögulega kannski dreigið þá úr magni eða inntöku lyfja þegar fram í sækir. Það er alltaf ótrúlega mikið og margt hægt að gera með lífstíl. Já, það er nefnilega þannig og ég er bara búin að sjá það gerast fyrir fram að mig í mörg ár. Þannig að við megum heldur ekki vanmeta þá leið. Það er bara besta meðferðin ef það er hægt að nota hana en frábært að við höfum aðgengi að aðgerðum og lyfjum sem við þurfum vissulega inn á milli en svona fljótvirkari leið og þetta mjög skilvirk þegar hann er í þörf en hitt má líka lyfta eins upp. Mér finnst við og ég segi við því að ég er alveg í þessum hópi líka, við erum oft svo óþolinmóð, ef við sjáum ekki breytingu bara á viku þá gefist við einhvern veginn upp. En oft tekur þetta bara 2, 3, 4 mánuði að skila árangri þessu venja sem við erum að bæta inn eða taka út eða hvað sem þetta er sem við erum að gera í lífstílnum. Og ég held að þessi kannski það sem er svo mikilvægt að átta sig á, þetta er langhlaup. Og ég held að bara við sem bara þjóðarsálin okkar bara Íslendinga, við erum bara, það bara gerist helst í gær, Og ég finna bara þegar fólk maður er að því ég var að bara búa til mín eigin jurtalyf lengi vel og bara var með hylkjavél og var bara með yfir 150 jurtir sem að ég var að blanda saman, svona sérsniðra blöndur fyrir hvern og eitt sem kom til mín, að þá, fólk, þá bara rétti í þeim jurtalyfi sér bara eftir viðtalstíman og og fólk bara, verður ekki bara komið eftir viku, það væri ekki fann að finna munum eftir viku og þetta virkar náttúrulega ekki þannig, maður er að leiðir þetta kannski eitthvað vandamál eða einkenni sem er búið að vera til staðar í marga mánuði og jafnvel ykkur ár. Þannig að það tekur bara smá tíma og ég segja alltaf, 3 mánuðir er svona lágmarks meðferðartími, bara hvort sem það er til að leiðir þetta á ykkur náttúruefnum, bætiefnum, lífstílsvenjum eða jurtum. Það er góð ábending. Já. En finnst þið viðhorfið hafa breyst mikið til jurtalækninga frá því að þú byrjaðir að praktísera? Jú, ég held að þessi bara fleiri, það er búið að vera rosa vakning með bara, mist almenningur farin að nýta sér í rauninni bara, bara allt undir sólinni sem heitir jurtir. Núna eru lækningasveppirnir eins og Lions Mane og
og ræsi og þú veist og svona þetta orðið svo vinsælt núna bara, sem bara skiljanlegt, þetta eru frábær lækningajurtir sem að hafa sína eiginleika. Hvað gera þeir bara svona svo ég forvitnist? Já, þú veist, lækningasveppirnir eru flest allir bara hafa ónæmisstyrkjandi eiginleika og svo eru þau líka, það fer svolítið eftir bara auðvitað hvaða tegund þú ert að velja, en eins og Lionsmane til dæmis talin góður til þess að skerpa einbeitingu og fókus og hann líka notaður gegn streitu, þannig að hann getur verið gagnlegur þegar það er mikið álag og svona. Þannig að þú veist, þetta eru, þú veist, og meiri svo ungt fólk, þú veist, farið að bara kaupa þetta og panta sér þetta og prófa þetta, en þú veist, en auðvitað, þú veist, það þarf líka alveg að stiga valega til jarðar, þú veist, að vera ekki að bara kaupa allt undir sólinni sem hún sérði auglýst, maður þarf svona líka aðeins að vera með ykkur gleru á sér að maður svona vandi líka svolítið valið og einmitt, það er rosa mikið þarna úti líka, þetta er bara svolítið vilt að vestri bara þessi bæti þarna heimur, sko, þú veist, það er rosa mikið þarna úti líka sem bara er ekki nægileg virkni og fullt af efnum sem að mögulega bara, þú veist, eins og ég segi, virka ekki nóg og eru kannski ekki endilega, þú veist, eru ekki nóg hrein eða, þú veist, þannig að þetta er, maður þarf að vera svolítið svona vandlátur neytandi í dag og skoða á umbúðir og kynna sér jafnvel merkin sem að kaupa frá þeim, alltaf að taka eitthvað til inntöku en klárlega meiri áhugi sem að maður finnur fyrir og svona forvitni og áhugi hjá fólki bara fyrir jurtum almennt sem er bara jákvætt. Af því þú veist, í rauninni bara það er mér alveg svona hjartasmál að fólk nýtir sér jurturnar í daglegu lífi. Þú veist, ég er búin að kenna það á námskeiði bara í 20 ár, þú veist. Ég hef alltaf verið með svona sem eru svona bara létt svona, og skemmtileg námskeið sem ég verið með ekki svona of fræðileg en ég hef verið að fara með bara hópa út í náttúruna. Bæði ég verið að gera það bara fyrir hópa og ég var að vinna lengi vel með miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og Vesturlandi út um allt land þar sem ég var með svona námskeið meðal annars og þá maður bara að kenna fólki jurtirna bara út á víðavangi, skilur bara út í náttúrunni og erum að tína þær og hvernig maður getur kúplað inn í daglegt líf og inn í mataræði, út í brauð og súpur og allt saman, skilur og það er rosa gaman og það hefur fólk hefur meiri áhuga svona eftir sem árun líða, maður finnur það. Áttu þér einhverja uppáhalds íslenska jurt sem er eftir að tína úti? Já, það er ekki auðvelt en það er tínana. Hún er í útrýmingahættu út um allan heim en ekki í Íslandi, það er burnurótin, hún er klárlega mín uppáhaldslækningajurt og ég bara hef nefnt það oftar en einu sinni í viðtölum. Ég finnst hún bara, þetta er ótrúlega merkileg jurt og ég gerði BS-gerna mína þessa jurt á sín tíma fyrir einhverjum eins og 19 ára síðan og hún er bara búin í uppáhaldi alla götu síðan. Já, hvað gagnsemi hefur hún? Hún er mjög fjölvirk og hún fyrst og fremst myndi ég segja að þú veist það sem og við sem búum norðarlega á norðurslóðunum þar sem er mikið myrkur og fólk getur fundið fyrir þú veist, einhverju lægð á veturnar og svona smá vetrardeburð og svona einhverju sleni og svona, fólk finnur aðeins fyrir þessu þegar að fer að koma vetur. Hún er notuð fyrir svona seasonal affective disorder, þú veist, eða svona vetrardebur meðal annars, þannig að hún hefur áhrif á geðslæð og hún hefur áhrif á bara ansi mörg boðefni, þar á meðal serotonín og dopamín og noradrenalín og fleiri boðefni sem að hafa áhrif á í rauninu bara svona hugræna virkni, áhrif á hvernig okkur líður og þannig að hún er mjög góð fyrir það og svo er hún líka bara orkugefandi, þannig að hún er svolítið búster, maður getur eiginlega satt sem svo og gagnast okkur líka þegar við erum að fara í gegnum álag, við búum mikil streita, þannig ég hef mikið notað hana þegar fólk er að koma til mín, er kannski bara í örmögnun eða kulnun og bara er komið síþreytu og er komið þarna niður dalinn, fyrst þegar maður er búin að vera í streitunni þá er allt kerfið svona hýper og svo dettur fólk niður í svona smá dal, þannig að kerfið er svolítið svona búið á því að við getum útskýrt það þannig og hún er mjög gagnleg fyrir þennan hóp í rauninni að mínum að allavega samkvæmt minni reynslu hún er búin að nota henni mörg ár. Og hvað getum við gert til þess að forðast að hún var í útrýmingahættu? Hún hefur náttúrulega verið bara rosalega vinsæl þessi jurt, það er bæði eiginlega tvennt í þessu, það er erfitt að nálgast hana því við erum að nota rótina og við tökum upp ræturnar á haustin þannig að við getum ekki bara plokkað hana allt sumari eins og með lauf og blóm þannig að við þurfum að bíða eftir hún myndi forða rótin og svo er hún tekin á hausti og það er flóknara að fá aðeins minn út af plöntunni og það eru hjón, ég man ekki hvort þau eru fyrir norðan eða vestan, það er að viðtöluðu núna nýveru, þau eru að rækta burnurót til útflutnings sem er ótrúlega áhugavert verkefni og er gaman að fylgjast með þeim en hún er bara allavega erlendis veit ég að það hefur verið erfitt að fá hana og hún fæst ekki hjá sumum vörumerkjum lengur
og við getum með þá nálgast hana hérna, en hún er sauðfé til dæmis étur hana, þannig að þú veist, ef að kindurna komast í hana, þá bara þeim finnst hún er mjög vinsæl hjá þeim. Já. Og hún vex upp til fjalla, hún heitir náttúrulega Arctic Root á ensku og hún eða rótjóla og hún, þú veist, þannig að það er erfitt að ná henni, skilur, þú þarft að bara labba mjög hátt til fjalla til þess að finna hana. Ég á mitt eina vinkonu sem var alltaf að tína börnurót fyrir vestan. Já. Segja mér þetta, já, þú veist, já, nú þarf ég að fara heyri henni, segja hvað hún er örugglega með einhvern leynista, því en þetta er frábær jurt og já, en það eru auðvitað alveg margari, þessi svona með þeim, því ég hef líka séð hann að virka á stuttum tíma og ég hef bara séð áhrifin af henni svona ansi vel í gegnum tíðina, sko. Þetta er mjög áhugavert. En ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa? Hvað myndir þú segja að heilsa væri fyrir þér? Heilsa fyrir mér, þú veist, ég myndi segja bara heilsa, þú veist, auðvitað samkvæmt sko svona skilgreiningunni hjá, við bara förum bara í svona þessi hefðbundin skilgreiningu sem ég er nokkuð sammála, sem að Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir, þú veist, þá er heilsa auðvitað það að vera bara við, þú veist, líkamlega, andlega og félagslega heilsu, það er auðvitað bara, þú veist, það er náttúrulega mjög mikið til í því og ég er sammála því, en svona heilsa kannski bara fyrir mér er í rauninni, þú veist, bara það að vera, þú veist, við gott hugarástand, þú veist, vera með virkan líkama, það ég geti tekið þátt í því sem ég langar að gera í lífinu og bara, þú veist, að finna ég er jafnvægi og já, bara geta verið þáttakandi og gert það sem langar að gera og liði vel. Þannig að hvernig hugsar þú þína heilsu? Já, það er nú ýmislegt sem maður gerir, þú veist, ég er svona í seinni tíð þá svona, þú veist, þá hefur maður svona aðeins, þú veist, þetta eru bara þessi grunn undirstöðu þættir, þú veist, ég auðvitað bara er að passa bara svona að ég nái bara mínum góða svefni, þú veist, bara svona eins og allir þurfa, þú veist, ég auðvitað bara næri mig vel, en þú veist, án þess að gera það með ykkur öfgum eða bóðum að bönnum, þú veist, ég bara reyna að fókusra og borða fjölbreytt og þú veist, úr flestum fæðuflokkum og og reyna að tikka bara í þessi orku efni sem ég veit ég þarf og hugsa náttúrulega mjög mikið meltingun og þarmaflóru sem við getum kannski spjallað á eftir. Endilega. Og mikill fókus á hana og svo bara, þú veist, ég hreyfi mig daglega, ég er með rosalega mikla hreyfiþörf þannig að ég, veist, ég þarf bara daglega hreyfingu. Það dugar mér ekki til að ég náttúrulega er í kyrrsetuvinnu og hef verið þar lengi og þannig ég verð að komast eitthvað í hádeginu eða strax til vinnu og sprikla eitthvað. Uppáhaldshreyfinga? Ég myndi segja, þú veist, bara allt í bland. Ég myndi segja, ég væri bara frekar virk, þú veist, mér er rosa gaman að fara á fjöll, þú veist, mér er gaman að fara út að hlaupa, þú veist, ég hef auðvitað lagt núna í seinni tíma áherslu á styrktarþjálfun, ég bara veit hversu mikilvæg hún er fyrir okkur og fleiri rannsóknar koma fram, bara hversu miklu máli það skiptir fyrir okkur konur. Ég hef alltaf stundað eitthvað skona styrktarþjálfun en núna er bara rosa fókusur á hana. Og svo náttúrulega nýjasta áhugamálið er golf. Já, velkomin hjá hópin. Og maðurinn minn er búin að spila golf í mörg ár og ég skildi ekkert í þessu hvernig hann nefndi þessu sem ég á aldrei eftir að fara í golf. Ég var alveg þar og maður á aldrei að segja aldrei. Ég er alveg búin að átta mig á því og búin að éta það ofan í mig heldur betur því að ég bara, veist, byrjaði að fikta eitthvað í þessu fyrir kannski 3-4 árum en maður ekki dróðs áhuga sem ég bara svona fór nokkur sinnum og svo bara algjörlega náði gólfbakterían mér í sumar og ég er bara búin að vera út á gólfvelli. En skemmtilegt. Rosa gaman, þannig að, og þú veist, og börnin okkar eru, þú veist, við eigum 3 börn og strákarnir okkar eru báðir mikið að golfa en stelpan okkar við höfum eftir að lokka hana með okkur, ég efast ekki múnið eftir að koma með okkur í þetta líka. Þannig við erum öll að golfa og fóreldrar maður svo vinnir og þú veist, þetta er bara rosalega skemmtilegu félagskapur. Þetta er pínu miðaldrasport. Já. Veist, og ég var að mynda að grínast daginn, nú er ég loksins orðið miðaldra, ég er búin að tikka í öll bóksin, þú veist, golf, gönguskíðu, glerugu. Já, ég er mjög nálættir í þessu. Ég reyndar því að ég var fertuð að þá bara, ég sett í fótbolta og keypti mér, þú veist, ég keypti mér gólsetti í afmælisgjöf og ég fór og keypti mér hvað gerði ég, keypti mér gönguskíða bara pakkan eins og hann lagði sig, keypti mér veiðipakkan eins og hann lagði sig og þú veist, það var ekkert aftur snúið sko, þannig að þú veist, og veiði er líka bara eitthvað sem ég hef líka bara, þú veist, það er svo gaman, ég er skemmtunum kvennaholli, veiðihópið þar með 30 konum og svo veiði ég líka með manninu mínum og öðrum vinum, hann þetta er bara, þú veist, ótrúlega gaman, þetta er bara skemmtileg útivist hvoru tveggja og samina svo margt, þú veist, bæða að vera út í fallegri náttúru sem að gólfveldirnir eru og náttúrulega það maður stendur út í miðri á og maður er í góðum félagskap og maður er að hreyfa sig. Akkurat sem ég þetta að segja, þetta tikkar í félagslegu heilsuna, allt sko. Algjörlega sko,
geri það. En við eða ég kom nú á fyrirlestur hjá þér og Röggu Nagla einhvern tímann í vor held ég. Og mér fannst svo margt áhugavert sem þú varst að ræða það og því báðar. Og Ragga var einmitt að tala hvað styrktaræfingarnar væri mikilvæga fyrir okkur. Hún er nú búin að koma hérna. Þannig að allir að hlusta þann þátt eða eru ekki búin að því. En gætirðu kannski aðeins farið yfir, þú veist, þetta með hormónaheilsuna, hormónajafnvægi og þetta sem þú varst að fara yfir á þessum skemmtilega fyrirlestri. Já, það er bara spurning hversu langt þú vilt að ég fari með því þangað. En þú veist, allt sem getur gagnast hlustendum, já, sko. Þú veist, í rauninni, þú veist, bara því ég hef náttúrulega verið að nota jurtina mjög lengi bara fyrir konur og þá hefur maður auðvitað, þú veist, maður er auðvitað orðin svona hvað ég segja, maður er auðvitað búin að sjá ýmis svona hormóna ójafnvægi, þú veist, og það við konur auðvitað, við erum að glíma við alls konar, þú veist, og auðvitað, þú veist, eins og konur á okkar aldri, þú veist, við erum ennþá auðvitað bara með okkar hormóna en þau fara þó dvínandi, þú veist, þarna á þessum aldri og með hækkandi aldri og líka bara hlutföllin á milli þessara hormóna sem eru auðvitað, þessi hormón sem eru í farabröti eru auðvitað estrogen og prógesterón og testosterón sem eru þessi kynhormónar og það er bara rosa mikilvægt fyrir okkur að þetta sé jafnvægi, bæði að við séum með bara að við séum að framlega nægt magna af þeim og að þetta sé bara svolítið jafnvægi þeirra á milli og þetta getur bara haft rosalega mikil áhrif á bara líðan ef að eitt byrjar að minnka, þú veist, og dvína og svona fyrsta hormóni sem fer að minnka er yfirleitt prógesterónið og það er svona eftir 35 ára aldur þá byrjar það aðeins að svona dvína og þá getum við fara að finna aðeins fyrir kannski skertum svefni eða þú veist við erum kannski áhyggjufullari eða við finnum kannski fyrir óútskýrðum kvíða eða einhverjum svona óróleika í taugakerfinu eða eitthvað slíkt og svo kollakotli og svo auðvitað oft er það estrogeni sem tekur þá við og byrjar að minnka og svo testosteroni en þetta getur allt gerst líka bara svolítið á einni svona, þetta getur líka gerst bara frekar hratt og þarna bara skiptur þessu miklu máli og svona það sem ég hef verið að hjálpa mínum konum með er auðvitað bara þú veist, svolítið bara að reyna að styðja við þar auðvitað að náttúrulegan hátt og þá, þú veist, þá snýst þetta bara svolítið, það eru þarna ákveðnir svona faktor sem skipta máli varandi lífstílinn, þú veist, auðvitað þurfum við bara að byrja alltaf þar og þú veist, maturinn er alltaf bara það fyrsta sem maður byrjar að skoða, bara hvernig ert að næra þig, þú veist, ert að fá nægt prótein, þú veist, ert að fá holla fitugjafa, þú veist, ert að fá flóknu kolvetni þín, þú veist, ert að fá bara trefjar og bara þessi mikilvæg næringarefni úr fæðin sem þú þarft bara fyrir þarmaflóru og bara beinheilsu og hjarta- og æðakerfi og allt þetta og ég meina við þurfum ákveðin næringarefni líka bara til þess að búa til hormón, þú veist, við þurfum fitu, við þurfum prótein, aminosýrur, þú veist, við þurfum meira þess að C-vitamin til þess að búa til prógesterón meðal annars, þú veist, þannig að þetta er svona, ég held að konur áttis ekki á því hvað máttur matarins er mikill þegar kemur að hormónheilsunni. Og fæðuvenjur skipta rosa miklu máli. Bara fæðuvenjurnar skipta gríðarlegu máli, þú veist, og það er alls konar sem kemur inn í þetta, þú veist, þetta er í rauninni ekkit flókið þegar botnin er hvolft, en þú veist, það skiptir máli að við séum með blóðsykurinn okkar tiltölu jafnvægi, við séum ekki ykkur rússipanarei allan daginn með ykkur sykri og unnum kolvetnum eða gjörunum matvælum. Þú veist, það skiptir máli að blóðsykursjafnvægi okkar sé gott, því það hefur síðan líka áhrif á hormónun okkar og þannig að blóðsykurinn er svona eitt púslið og við getum stýrt honum náttúrulega mjög vel í gegnum það sem við borðum og hvernig við hreyfum okkur. Og þarmaflórun er síðan líka annað púsl sem að kemur líka inn í bara samsetning þarmaflóru hefur áhrif líka á hormonabúskapin okkar. Það hefur áhrif á estrogenið. Þannig að það meir... Er of flókið að fara yfir í það hvernig það hefur áhrif? Já, þú veist, það er kannski aðeins og mikið á dýftina kannski hér, en þú veist, það eru ákveðna bakteríur sem að hafa áhrif á svona metabóliseringu estrogens, þú veist, þannig að það eru þarna ákveðin efni sem já, það er bara, þú veist, samsetningin á flórunni hefur vissulega áhrif á því hvernig við metabóliserum estrogen, þú veist, hvernig estrogen efnarskiptin eru að svona einhverju leiti, þannig að og burt sér frá því þá erum við líka bara að framleiða ákveðin boðefni, þú veist, við erum bara með annað taugakerfi í þörmunum, þannig að það er líka bara, þú veist, áhrif á geðslega okkur og líðan. Þú veist, bara hvort við erum að framleiða nægilegt magna GABA og serotóni og þessum efnum, sko. Þannig að vissulega, þú veist, þannig að þetta eru svona nokkur púsl sem að maður svona reynir að raða saman, þú veist, með konum og hjálpa þeim svolítið svona þess að kortleggja þetta og svona þær nái bara auknu jafnvægi, þú veist, því að stundum það kannski bara fókusera á eitthvað eitt
eða það vantar hérna eitthvað púsl eða eitthvað svona stól, eitt stólin undir fótinn skiluru og hérna þær eru kannski að leggja mikla áherslu á þetta en svo skortir eitthvað annað og þú veist svona horfa svolítið á þetta heildrænt. Þannig að ég myndi segja að þú veist að byrja bara á þessum lífstílsþáttum, mjög mikilvægt og svo auðvitað bara, þú veist, auðvitað er þetta svefnin og þú veist, þetta er streitan og þetta er bara þessi þættir og hreyfingin, en ég myndi segja að það sem er svona mest hormónaraskandi sem ég sé, þú veist, það er streitan. Það er bara langvarandi streita og áfallasagan okkar. Já, ég meina, þú veist, áfallasaga við erum öll með eitthvað í bakpokan okkar sem við þurfum að tína upp úr og vinna með, þú veist, hérna, stundu þarf maður eitthvað meðferðaðala, stundun er maður að vinna með það sjálfur, en þú veist, en svona eitthvað trámu úr æsku eða þú veist, eða bara mikil streita eða standa mörg spjót að hormónakerfinu okkar, að þá er það eitt stærsta áreiti sem raskar í rauninni hormónakerfinu. Þannig að þú veist, konur geta meiri sig að vera að borða vel og næri sig vel, en þær eru undir gífulegu álagi annað heima fyrir í vinnu og það er bara nóg til að setja hormónakerfi á hliðina, sko. Ég þekki nokkur dæmi hjá vinkonum, sko, þetta sem orðið fyrir stórum áföllum í lífinu, kannski endurteknum og þá er það eiginlega flýta fyrir breytingaskeiðinu sagt, skilur því að einkenni verða svo svo mikil. Jú, þú veist, og þetta hefur bara bein áhrif á hormónabúskapin, bara á framleiðsluna hjá okkur og kynhormónum, bara þegar, þú veist, streituhormónin eru of há og eða aðalega kortisólið, þú veist, og þegar það er langvarandi hátt og við erum bara að seita því bara hérna non-stop, að þá þú veist, og við fáum ekki þetta svona recovery á taugakerfi þar sem að við leifum því að pompa niður, að þá hefur það bara truflandi áhrif á bara kynhormóna, insúlínið, þú veist, aðra hormóna eins og bara skjaldkirtilshormón, þannig að það hefur svona, kortisol hefur svona dómínu áhrif niðrittir inn á innkirtlakerfið á aðra, hérna, önnur innkirtla líffæri, sko. Þannig að ég myndi segja að streitan væri svona, hún er svolítið að tröllir í þessu ójafnvægi í rauninni. Og svo auðvitað líka hormónaraskandi efni í umhverfinu okkar, þessi toxísku efni sem eru mjög víða í dag. Þau eru að raska hormónakerfinu og það er búið að rannsaka það og sína fram á það meira, þannig að við vitum alveg að það hefur áhrif, en við getum ekkert lifað ykkur búblu upp í Himalajafjöllum heldur, skilur við erum ekki að fara að vera með eitthvað heilsukviði við því, sko. En svona vera meðvitað, vera meðvitað neytendur, þú veist, hvað við erum að nota, hvað við erum að bera á okkur og þú veist, hvernig geymum við matinn okkar og þú veist, að velja kannski oftar lífrænt eða þú veist, ef við getum til þess að komast hjá hérna þessum efnum og svo framvegis. Einmitt, þetta er ekki bara í matvælunum, þetta er náttúrulega líka í vörunum eins og þú segir sem við erum að bera á okkur eða pönnunum sem við erum að elda úr eða plastbóksunum sem við erum að geyma matinn í og allt þetta. Já, bara hreinlætisvörunum sem við erum að, þú veist, þrífa upp úr og svoleiðis, en auðvitað bara, þú veist, að nota bara heilbrigða skynsemi þarna og bara vanda valið, þú veist, án þess að maður, þú veist, ég er bara í dag komin í þann stað að maður svona, þú veist, ég er heldur ekki hlindi að við séum, þú veist, þetta má ekki vera streituvaldur heldur, þú veist, mataræð á heldur ekki vera streituvaldur. Nei. Og ég hef alveg verið með skjólstæðinga hjá mér og meira segja stundum unga konur og þær eru kannski orðna bara heldteknar af ykkur með einkennum og þú veist, og þær verða hérna, hvað ég segja, og maður verður að passa sig þarna svolítið bara, þú veist, lífið má ekki snúast þetta kannski eingöngu. Og hérna, frekar að vera bara með svona heilbrigða nálgun á bæði mataræði og lífstíli sinn og hérna, án þess að það sé einhverjar miklar öfgar. Af því að það verður bara bæði einfaldara og þetta er geranlegra og það er bara heilbrigðara í heild sinni, fyrst mér, sko. En hvernig koma þá náttúrulækningar að góðu á þessu tímabili, eða þú veist? Já, og svo varðandi hérna hormónakerfið. Þú veist, það er í rauninni, það er náttúrulega fjölmargar jurtir sem hægt er að nota en ég ætla þó að benda á, þú veist, ég ætla bara að taka það fram, þú veist, að það er auðvitað klárlega þannig að hormónauppbóta meðferð getur verið mjög gagnleg og hún getur bara auki lífsgæði til muna sem hún mjög oft gerir. Og þegar konur eru komnar á þann stað, þegar eru komnar í það mikla hormónaþurrð að þá er það bara eina leiðin og það er bara oft þannig að ég þarf bara að vísa konum, ég segist að það er nú bara hérna, ég ætla bara að vísa hérna á Gynametica vinkonum mínar eða til kvenstoflæknis og þú bara tekur samtali við þær eða hann og hérna og þú er bara þeim stað einkennin þín eru það mikil og bara upp á hérna heilsufarsöguna en að ég myndi bara ráðleggja að fara, þú veist, jafnvel þá leiðina frekar. Þú veist, þannig að ég meta bara svolítið stundu þannig líka bara hvar konur eru staddar og konuna sem leita til mín eru að koma stundum er þess að frekar snemma, þær vilja bara vera eins og undan og byrja að styðja við hormónakerfi sitt sem að þar koma jurtirnar sterkar inn.
þegar það eru kannski komin rosalega mikil einkenni sem eru að fara að hafa áhrif á lífsgæði þeirra mjög mikið, þannig að það eru svona aðeins kannski farnar að byrja að finna og vilja vera aðeins og undan og þar er þetta mjög gagnlegt að nota jurtalyfin. Einhver sérstök sem að þú Já, ég myndi, þú veist, til dæmis nefna, ég auðvitað lætar oft taka svona blöndur af nokkrum jurtum, þú veist, mér hefur fundist það vera svona gagnlegast og þá er þetta jurtir eins og rauðsmári sem að inniheldur svona isoflavonít efni og það eru efni sem að geta húka sig á estrogen móttakarana og örfa þá mildilega, þú veist, þannig að þetta eru svona mild estrogen áhrif, til flokki sem heitir jurta estrogenar eða phytoestrogens, þannig að og þetta er bara eins og líka virkuefnin í sojabönum, þú veist, þetta er mjög víða í plönturíkinu, þessir efnaflokkar sem við getum nýtt okkur líka bara með að borða fæð úr jurtaríkinu, þú veist, þá erum við líka alltaf að fá þessi phytoestrogen efni eða jurtaestrogenin í svona mildu magni og eru þá að styðja aðeins við hormónakerfi okkar með því og aðrar jurtir eru til dæmis bara eins og og þetta eru svo margar jurtir, þú veist, það er þetta nota bara á Íslandi, þar sem við getum tínt með þess að sjálfari Maríustakkur, hann er líka mjög góður fyrir konur að breytingarskeið og reyndar konur líka á barneignaraldri og við getum verið að nota hvönn, kínversku hvönnina sem heitir Dongquai á ensku, hún styður líka við hormónakerfið, jurt sem heitir Shatavari, var ekki til íslenskt orðið verið en hún er frábær og hún reynist líka vel við liðverkjum sem konur getur upplifað, munkapipar, þú veist, þú kannski þekkir, þú veist, fólk kannski þekkir ekki allar þessar jurtir en þær eru fjölmargar og ashwagandha er náttúrulega núna svona svolítið búin að vera í umræðinu og er vinsæljurt og svolítið tískujurt núna en hún getur verið konum mjög gagnleg af því að hún hefur áhrif, hún sefar aðeins taugakerfi þannig að hún svona hjálpar aðeins streituviðbragðinu, svolítið eins og burnurótin en burnurótin er svo kölluð svona stimulerandi eða svona örfandi aðlögunarjurt en ashwagandha er sefandi og róandi aðlögunarjurt. Þannig að þetta er svona jurtir sem hjálpa okkur að aðlagast streitu og svoleiðis. Já, ég meina svo garðabróða fyrir svefnin, þess að róa streitu og kvíða og bara auka svefngæðin, þú veist, það eru fjölmargar jurtir, það fer svolítið eftir bara hvað einkenni konan er með, þú veist, er hún með, þú veist, einkenni sem snúa meira taugakerfinu, er hún meira með líkamleg einkenni, þú veist, er hún með mikla vökvasöfnun eða liðverki eða hitakoff. En ef maður vil taka einhverja jurt sem maður getur týnt sjálfur, þarf alltaf að þurrka hana? Nei, ekkert endilega, það er best, það er einfaldast. Ja. Ef maður er bara algjör leikmaður, maður er bara að byrja, þá myndir maður bara týna hana hásumar, annarkvort laufblöð eða blóm og þú bara þurrkar hana okkur gömlu laki eða bara þess vegna ofan á hangklæði í nokkra daga, svo mylur hana bara og setur hann í krukku og merkir bara Maríustakkur júlí 2024. Og svo áttu hana bara fyrir árið eða aðeins inn í veturinn og þú bara setur matskeið í heitan bolla soðnu vatni, lefur svo aðeins að trekkja sig og svo sigtar þú frá og drekkur 1-3 bolla á dag af þessu te. Og það er svona gert, þessi skammtur er svona í meðferðarskyni, þú veist, þá verður þetta að drekka svona eiginlega 3 bolla á dag. Og þannig að maður getur alveg verið að vinna þetta svoleið sem er svona einfaldast, en svo getur maður búið til tinkturur og maður getur búið til þú veist, maður getur búið til seiði, orðið að nota ræturnar og þú getur búið til hóstasaft og sírop úr blóðbergi og þú veist, ég gerði einu svona hóstapillu fyrir börnum mín úr spánakerli og flóssigri, skilur, og bara bjóð til hóstapillur. Og svo lærði ég að gera stíla fyrir lægöngu og enda þar allt í við lærum að búa náttúrulega til þessi lyf, en svona fyrir fólk út í bæja þá væri teformið einfaldast, skilur. En það eru þetta að vinna jurtirnar á mjög marga vegu. Maður er náttúrulega algjör leikmaður í þessu Já, bara byrja að vinna með, þú veist, að þurrka jurtirnar í te og drekka þær sér til heilsubótar þannig og eða bara sem krydd, þú veist, myllit út í súpur og brauð og svo er líka að setja þetta í blender bara, þú tínir hana ferska, setur hana með vatni í blandara og svo bara setur hana í klakaboks, það áttu bara græna klaka af ferskri jurt í klakaboksi. Sem setur svo bara út í vatn. Svo setur þau bara út í búst eða, já. Já, snið. Það er þetta nýta svoleiðis líka. Já. En þú veist, má blanda saman bara alls konar jurtum eða þú veist, þarf maður að passa sig eða hvað er þetta að fá upplýsingar hvað er? Þú veist, þarna þarf maður bara, þú veist, auðvitað til frábæra bækur sem að Anna Rósa grassalæknir, vinkona mín gaf út og sín tíma og Arbjörg Linda og svona, það er alveg til, þú veist, það eru ákveðin leiðavísir fyrir mann þegar maður er að byrja og gaman til dæmis að vera með þær bara í skottinu, maður er að keyra landið og ferðast með fjölskyldun á sumrin. En svo þetta bara er þetta að koma námskeið hjá mér eða öðrum og bara, þú veist, og læra svolítið bara að búa sér til sín eigin te og þú veist, það getur verið róandi te
eða bólguðenditi eða vökulosandi eða alls konar húðte og þú veist, ég kenni þeim að gera alls konar, ég mjög skrítið fyrir þú líka og svona en þú veist, byrja bara einfalt, byrja bara að tína svona kannski 3 til 5 tegundir og eigi krukku og bara sjá hvernig líður mér af þessu og lesa sér kannski til hverja jurt, hvað gerur hún fyrir mig og og það bara frekar einfalt að byrja þar í rauninni. Já. En svo náttúrulega komið svo mikið af þessum bætiefnum, þú veist, búið að framleiða svo mikið bara fyrir okkur, þú veist, eins og Heilsuvillan sem ég samstæður með alls konar og návörðna sem þú vinnur með alls konar af þessum jurtum, það ekki líka til í? Jú, og í raunin í dag þetta bara orðið þannig að þú veist að þú veist, það auðvitað bara svona mjög rómatískt og fallegt að nota jurtina bara í svona heilu formi eins og tínir hana, þú veist, þess að hún kemur fyrir í náttúrunni, en þú veist, við vitum það að með ákveðna jurtir og töluvert meira sem margar jurtir, þá þetta þannig að það eru virku efnaflokkarnir sem að búið að rannsaka og eru með staðfesta klíniska virkni eins og bara kúrkúmin úr turmeriki sem að við vitum að hefur þessi áhrif sem hún hefur. Og plantan í heild sinni frábær og hún inniheldur fjölmörg virka efni sem eru okkur bara heilsueflandi og góð. En svo það, þú veist, við viljum stundu þurfum við í raun að fá þessa virkni, þetta potensi. Já, bara einangra. Já, þennan einangrað efnaflokk, þú veist, eins og bara, þú veist, ef þú ætlar að ná fram meðferðar áhrifum af turmeriki sem bólguðandi áhrif, þá þarftu að nota hana sem ekstrakt. Þú veist, þá viltu fá hana sem kúrkúmin ekstrakt. En ekki rótin saman. Meira magn líka kannski eða? Já, þú ert bara með svo miklu meiri virkni per kapsjúlu, per hylkið með við rótina sem bara krydd. Bara frábært að nota rótina bara og kryddi bara út á omeletuna eða út í súpuna eða bara sem krydd, skilur þess að hluta mataræðinu en við þurfum í rauninni, þú veist, ég farin að ráleggja miklu meiri jurtirnar í ekstraktformi í dag þegar það á við að því að ég þarf bara þessa virkni fyrir skjólstæðingana mína. Þannig að og við ná fram þeim áhrifum, meðferðaráhrifum sem að við vitum að það bara búið einangra, þú veist, þetta úr plöntunni, búið að rannsaka þennan flokk, þú veist, þennan efnaflokk og það sem er róti ólega með burnurótina, það eru þarna 2 virkir efnaflokkar og við vitum að það hefur áhrif á XX og X hjá okkur í líffærastarfseminni. Nú erum við búin að ræða náttúrulega svolítið hormón og einhvern veginn fer umræðan svolítið mikið alltaf inn á breytingaskeiðið, kannski bara því að ég á þeim aldrei. En mér langar bara svo að fá svona kannski víðari, þú veist, fræðslu eins og bara fyrir yngri konur, þú veist, tíðarhringinn. Hvað getur þið sagt okkur, að því þú komst inn á þetta í þessu fyrirlestri sem ég var að vitna í áðan? Já, það náttúrulega bara, þú veist, við konur förum auðvitað í gegnum öll okkar hormónaskeið, bara frá úlingsaldri og þú veist, þegar við síðan komum inn í tíðakvörf og þú veist, og konur sem eru, þú veist, á batningaldri og bara konur sem eru ennþá bara á blæðingum, að þá eru auðvitað, þú veist, þessar hormónabreytingar sem eiga sér stað í gegnum, þú veist, tíðarhringinn okkar í hverjum einasta mánuði, þú veist, þannig að það eru bara mjög miklar sveiflur sem eiga sér stað og tíðarhringnum í rauninni skipt upp í svona 4 fasa eftir hvernig hormónun okkar eru svolítið að rúlla og þessar hormónabreytingar, þú veist, getur þetta bara valdið sveiflum í bara skapin okkar og þú veist, áhrif á kynhvöt hjá okkur, áhrif á orku, hvort við erum þreyttari eða orkumeiri eftir hvar við erum staddar og áhrif á matarlyst og áhrif á ýmislegt. Þannig að, þú veist, það er eitthvað sem mér finnst svona að vettum alveg að, þú veist, taka eins tillit til og þú veist, þetta getur líka meira þess að haft áhrif hvað við erum staddar í tíðarhringnum bara áhrif og líkamlega virkni, þú veist, hversu bara virkar við erum og bara hvernig okkur líður almennt eftir hvar við erum í hvað fasa við erum staddar, þú veist, innan tíðarhringsins og það sem að ég myndi svona kannski vilja kannski koma aðeins að það bara, þú veist, það er mjög gott að við svona aðlögum lífstílinn okkar bara svolítið út frá því, þú veist, hvar við erum staddar og þú veist, bara upp á ná sem bestu jafnvægi þannig okkur líði vel og bara hlustu svolítið á líkamann, þú veist, ef við vorum búin að ákveða að fara á crossfit-æfingu í dag sem er bara gott að blessa og frábært og við erum kannski staddar einhvers staðar í tíðarhringnum og það bara, þú veist, við finnum bara að, þú veist, dagsformið okkar er bara svona í dag og þau eigum við bara að gefa því gaum og hlusta eins á líkamann, þú veist, og bara og stundum bara eftir hver við erum staddar þá kannski langar okkur bara að fara upp í rúm og lesa góða bók og við þurfum bara eitthvað næði og þurfum eitthvað streitulósun og þurfum kannski bara góðan göngutúr með vinkonu eða en við erum kannski búin að ákveða að fara á hardcore crossfit-æfingu og við ætlum bara að standa við það en líkaminn segir annað að því við erum bara staddar þar
þú veist, þannig að það kannski svolítið svona að hlusta og aðlaga svolítið þetta, en á sama tíma vil ég segja þó það, þú veist, að það hafa, þú veist, ég meina það, þú veist, konur hafa bara sett met í hlaupum út í heimi, skilur, það var ein kona sem að, mér var nú satt veikt frá því, einn hlaupari sem að setti eitthvað heimsmet í hlaupi, í Chicago hlaupi, skilur, og hún var á blúsandi blæðingum, skilur, þannig að það, þú veist, það ekki þar með sagt að við getum ekki gert eitthvað, þú veist, við eigum ekki að leggjast í kör þegar við erum á blæðingum eða í kringum þann tíma, heldur bara að þú veist, aðlaga svolítið líðanina að því sem að, að svona líkamlegri virkni og fleira, sko. En þetta á eftir að skoða meira og það verið að skoða þetta að mér vitandi í rannsóknum og þá eftir að, eins og ég segi þá, bara eftir að rannsaka þetta betur. Við konur erum erfiðar þegar kemur að rannsóknum, við erum flókin fyrirbæri. Já, þess vegna eru líka flesta rannsóknir gerðar á karlmenn. Það nú máli, sko, þannig að þú veist, það auðveldar að rannsaka þá, bara þeir sigla þetta svolítið svona lignan sjó með sitt testosterón en við erum aðeins flóknari, þannig að þú veist, það erfiðar að kortleggja þetta, þú veist. Þannig, en þannig bara mikilvægt að hlusta á líkamann og sýnum okkur bara svolítið sjálfsmildi og það kannski það sem ég myndi vilja segja svolítið sem snýra þessu. Og í rauninni bara, þú veist, tíðarhingurinn bara, þú veist, eins og segjum að það bara, við förum í gegnum hann og hann hefur sína fasa og allt sem hann hefur í för með sér líka bara frábært, þú veist, við bara okkur líður alls konar og þetta allt með ráðum gert, sko, samkvæmt náttúrunni. Ja. En eins og með, þú veist, grasalækningarnar eða jurtalækningarnar, nú nota ég alltaf mismunandi orð, þú veist, í tengsli með tíðarhingin, eitthvað sem að þú ráðleggur á ákveðnum tíma eða... Þú veist, í rauninni ekki, þú veist, það auðvitað, þú veist, þegar konur eru með, auðvitað eru ákveðin einkenni sem konur finna í tengslu við tíðarhingi sinn og það auðvitað alls konar, hvað ég segja, það auðvitað ákveðin kvillar sem geta bara komið sem snúa tíðarhingnum, þú veist, og þú veist, það getur verið blæðingastopp, þú veist, sem getur komið út frá ofþjálfun eða mikil streitu og ég lenti sjálf við því fyrir mörgum árum því ég var auðvitað miklu áleg og var í, man ekki 3 vinnum og að ferma og að flytja og allt saman, sko, og þá bara líka með segði bara, heyrðu, nú stoppum við bara, þú veist ekki að fara að eiga börn, þú veist, það bara hætt á ferðum, það ómikið streita í kerfinu og þú veist, og ég fæ alveg til mín unga konur og konum öll aldrei sem að sumar hafa farið í gegnum þetta og þetta bara hástreita og ekkert annað, þannig að þarna raskast tíðarhingurinn klárlega út frá hári streitu og svo auðvitað líka þú veist, stundum eru of mikla blæðingar og maður þarf að reyna að hjálpa þeim með það og það stundum eru auðvitað ákveðnar orsakir þar að baki og það þarf að finna út úr því og svo eru þetta mikil fyrirtíðaspenna sem svona kannski frekar algeng, myndi ég segja, sem ég fann til minn allavega, þessi PMS og þá, þú veist, eru konur þó ýmist með, þú veist, þessi annarkvort andlegu eða líkamlegu einkenni eða bæði og þú veist, og ég hef mikið verið að fást við það að hjálpa konur svolítið að reyna að koma jafnvægi á þetta og þá maður stundum að meðhöndla frá 14. degi blæðinga fram að blæðingum af því að þar glugginn þar sem einkennin eru nú oft, þú veist, 3-5 dögum eða 5-7 dögum, eitthvað svo leis en suma konur segir, ég bara, þú veist, hálfan mánuðin ég bara í rugli, þú veist, þá líður mig bara svona, þú veist, mér finnst ég bara alltaf vera á blæðingum og alltaf vera með ykkur einkenni og svo stuttur rammið það sem ég líður raunverulega vel, þú veist, þannig að það líka alveg til í dæminu að, maður heyrir það, þannig að ég hef, þú veist, auðvitað ég mikið að fást við það líka, aðstoð konur ég að koma svolítið jafnvægi á þetta og það eru ákveðna jurtir sem að fara inn á hormónakerfið með þeim hætti að það hefur áhrif á tíðarhinginn og sem gott, þannig að En þú nefndir í upphafi með áhrif meltingarinnar á heilsun okkar og þarmaflóruna. Hvernig getum við byggt hana upp með aðstoð? Já, ég verð aldrei leið á að tala um þarmaflóruna og meltinguna því þetta er bara klárlega undirstaða góðrar heilsu eins og við vitum allir orðið í dag og ég hef stundum sagt þetta áður en þú veist það var einu svona sagt við mig og gömul kona fyrirlestur sem sagði við mig að það væri 2 skipti máli í lífinu, það er að hafa góðar hægðir og góðan húmor og ég held þetta er svo rétt og þetta er svo flott kvót að ég bara má til með að deila þið með ykkur en varðandi þarmaflóru að þá þú veist, það er svo mikið samspil þarmaflóru við þú veist, önnur líffærakerfi og þú veist, og það er líka bara eins og samspil þarmaflóru, þú veist bara samspil þarma og heila og taugakerfis sem ótrúlega svona magna fyrirbæri, þú veist þetta gut-brain axis, þessi tenging þar og þessi þjóðbörn milli vakustöðin sem tengir heila og þarma, þú veist þannig að það er bara rosa mikilvægt fyrir bara
almenna líðan og almennt heilsufar að við séum með góða og fjölbreytta þarmaflóru. Og til þess að stuðla að því þá auðvitað þurfum við að setja fókusin svolítið á matarað okkar. Þú veist, hvernig erum við að næra þarmaflóruna og góðu bakteríurnar. Og þarna skiptir auðvitað bara gríðarlega miklu máli að við séum að borða bæði fjölbreytt og við séum ekki að borða einsleita fæðu og að hún sé trefjarík. Það skiptir máli að því að við getum verið að svelta suma stofna, gerlastofna eða góðgerlastofna ef við erum ekki að fá trefjar. Þannig að trefjarnar eru mjög mikilvægar. Trefjarnar eru auðvitað fyrst og fremst úr jurtaríkinu, úr grammiti, ávöxtum, heilkorni, fræjum, hnetum og svo framvegis. Þannig að og svo annar svona önnur hliðin á þessu væri þá líka bara að bústa upp þarmaflóruna með góðgerlaríkri fæðu. Og þá erum við að tala þú veist, sýrðar mjólkurvörur eins og við þekkjum apimjólkina, kefir er eitt af uppáhalds svona sem ég nota það mikið til þess að bústa þarmaflóruna. Súrkálin náttúrulega gerjaði grammiti, þú veist, eplaedik, kombútsa, þú veist, þetta er alveg fullt af fæðu tegundur sem geta aðstoða okkur í því að bústa hana svolítið vel upp. Getum auðvitað tekið góðgerla til inntöku sem að stundum þarf og ég er auðvitað að stilla meðferðarplönu fyrir skjólstæðingana mína bara alltaf og þú veist, og stundu þar ég bara hreinlega að setja fólk á 3 tegundir af gerlategundum. Þú veist, ég þarf bara bústana, sumir eru með það rýra flóru og mikil, meltingareinkenna maður þar í bústana frá öllum hliðum og samhliða mataræðinu sko. Þannig að fólk er kannski með langa sögu af sýklalyfjaintöku eða ykkur öðru og sýklalyf hafa náttúrulega mestu áhrifin, já, og bara eiginlega líka önnur lyf, þú veist, bara meir, þú veist, við þurfum suma konur auðvitað að taka getnaðarnarpilluna eðlilega sem getnaðarvörn, en hún ásamt öðrum lyfjum raska auðvitað þarmaflórunni, bara eins og bólguðandi lyf, það er ekki þar mest að við eigum ekki að taka þessi lyf, en þú veist, það er bara að vera meðvituð það, að þú veist, að við erum að hafa raskandi áhrif. Og það er eins bara, þú veist, bara streitukarlarnir í lífun okkar, þú veist, hafa raskandi áhrif og bara eitt rauðisglas, skilur. Eins mikið okkur finnst það stundum notalegt að þá er það bara að vera meðvituð það, að svona huga að þessu líka. Já, bara áfengi yfir höfuð eða? Já, bara áfengi yfir höfuð hefur auðvitað raskar þarmaflórunni og svona getur aukið og gegtar upp í þarma en auðvitað tímabundi bara, þú veist, í stuttan tíma eða það er gert hófsamlega og þú veist, það er ekki þar að setja, við þurfum að hætta öllu eða eitthvað þannig, við þurfum bara að, þú veist, að fara þennan gulla meðalveg og vera meðvituð og svona huga kannski að því, þú veist, og það er alltaf þetta 80-20, ef við erum bara, þú veist, 80% að huga vel að okkur og nær okkur, þá ætti að vera sveigjanleiki fyrir eitthvað annað, svona aukalega sem við viljum gera vel við okkur. Þannig að en þarmaflóran er gríðarlega mikilvægur hluti bara og undirstöðu bara góðrar heilsu. Það er bara svo það sé sagt. Því að oft ef að sko fólk upplifir óútskýrða þyngdaraukningu, það er það rosalega oft út af rugli í þarmaflórunni. Sko það er allavega einhver tenging þar. Þú veist, þetta hefur auðvitað eitthvað verið rannsakað, það er þó kannski ekki, ég allavega veit ekki til þess að sé mikið rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum tengslum, en ég veit að það er eitthvað til efnum þetta. Og þú veist, þannig að þarmaflóran hún tengist bara inn á svo margt, þú veist, bara framleiðsla á alls konar efnum, hvað sem eru taugaábúðaefni, tengist inn á hormón, ónæmiskerfið okkar liggur náttúrulega mestu hluta þarna, þannig að ónæmis í rauninni bólgu viðbröðin okkar geta verið að koma svolítið þaðan meðal annars og þú veist, ef að ég er með eitthvað sem er með mikla bólgur eða sjálfsónum þá fer ég alltaf við að leiðrétta þarmaflóran og byggja hana markvisst upp, þú veist, ásamt því að setja viðkomandi á efni fyrir ónæmiskerfið sem eru svona svoköldu immune modulating efni svona, sem ekki hafa áhrif á ónæmisviðbragðið sjálft og ýmislegt fleira, þannig að það er svona gríðarlega mikilvæg nálgun í rauninni var þetta heilsufar okkar. Af hverju heldur að það sé svona mikil aukning í sjálfsofnæmissjúkdómum? Þú nefndir það áðan. Já, ég held þetta sé röskun á þarmaflóru meðal annars sem að gerir ónæmiskerfið viðkvæmara og það, þú veist, sjálfsofnæmi eru þetta, þú veist, ónæmiskerfið ráðast á eigin vef eða líffæri, það er að ráðast á okkur sjálf í rauninni, þannig að það verður einhver dysregulation einhver röskun og einhver brengluð boð eða skilur bólgusvarið er ekki eðlilegt og ég myndi segja að þarmaflóran er klárlega eitt hluta af þessu og svo auðvitað bara þessi langvarandi streita sem að síðan veikir auðvitað bæði ónæmiskerfið og hefur áhrif á það og svo auðvitað bara líka þessi gjörinu matvali, þú veist bara hvernig erum við að næra okkur og þú veist við erum að borða mat sem mögulega getur framkallað eitthvað bólgusvar og er ekki að veita okkur þau næringarefni sem að ónæmiskerfið og vefitinn okkar þurfa, skilur til bara til vaxtar og viðgerðar.
En því voru að tala svo mikið þessa streitu, þá hafði ég skrifað hérna hjá mér eitthvað sem þú sagðir á sem fyrirlestri, wired but tired. Mér finnst það bara góðu frasi og ég hef oft notað þetta því að mér finnst þetta svo lýsandi fyrir konuna sem að koma til mín. Veist, hún svo oft víruð en rosalega þreytt. Veist, þannig að hún með háa streitu í sér en búin að keyra rosa lengi, kannski mögulega á varabatteríinu og þú veist, og kerfið hennar þreytt, þannig að hún að koma kannski að hún rosalega þreytt, en hún kannski búin að drekka 10 kaffbolla, rosa víruð, sefur ekki vel, nær sér ekki niður og bara go með alla 10-20 boltana á lofti og og veist, leitar í allt sem örvandi og svona, en þú veist, einhvern veginn nær sér ekki niður. Þurfti frekar að ná slökuninni en ekki alltaf örvuninni. Já, og í rauninni bara, þú veist, ná bara ákveðnu jafnvægi, þú veist, það of mikið af, það of mikið streita í gangi sem að trufla, sko. En auðvitað, þú veist, ég hef verið þarna og maður stundum dettur inn í hennan fasa svo það maður að kippa sér aðeins út úr því aftur og maður orðinn góður í því núna orðið í dag, en þú veist, ég var þarna sjálf fyrir mörgum árum og ég gjarna kalla þetta syndrom, the rushing woman syndrom. Þetta bara konan sem á hlaupum og sem bara wired but tired, þú veist, ef við getum slettum svolítið á enskunni, þetta svona vel lýsandi á enskunni. Og of til að hugleiða, sagðirðu líka. Já, ég enda að tengi sjálf við það, ég mjög, mjög virk og kona, en svona, þú veist, í rauninni þetta bara þannig að það bara, þú veist, streitan búin að ná svolítið yfirtökum, þú veist, í kerfinu og það ekki, þú veist, að nást endunar, þetta svefn eða hvíld eða slökun og þar að leiðandi, þú veist, þetta bara langvarandi streita hefur bara slæmar afleiðingar í för með sér, þú veist, á heilsufærið okkar og getur auðvitað ítt undir alls konar kvilla, bæði röskunarhormónum og ítt undir fóstur sykursýkis af því að blóðsykurinn okkar hækkar þarna, ítt undir bólguviðbrögð og svo framvegis, þannig að það svona, mér finnst, ég hef sennilega notað mun fleiri streitulosandi, róandi og sefandi jurtir í gegnum tíðina heldur en hormónjurtir. Við getum orðað það svolítið. Fyrir sjálfa þig eða fyrir aðra? Nei, bara fyrir aðra konur og þú veist, og alveg mig líka, en ég bara fyrir konuna sem leita til mig, þá ég rosalega oft að nota þannig jurtir. Og þörfin oft meiri að svona dempa streituviðbragð í þeim, sefa aðeins taugakerfið, þú veist, nota einhverja svefnjurtir til að hjálpa þeim að sofa og bara vinna á streituna af því að það síðan svona bakdrið megin leiðréttir oft hormónaójafnvægið og stundum hef ég ekki þurft einu svona nota jurtir sem farin á hormónakerfið og stundum hefur það bara dugað til. Hver eru þín helstu ráð, bara svona bæði tengt jurtaleikningum og almennt til þeirra sem að glíma við miklu streitu? Ég myndi segja, þú veist, auðvitað það maður að byrja að skoða svolítið hvar eru stærstu streituvaldarnir, þú veist, hvaðan það að koma. Stundum þetta ytri streita, þú veist, þetta eru streitufaktorar bara út frá vinnu, það eitthvað á heimilinu, þú veist, stundum þetta bara streita sem að við getum bara tala okkur upp í sjálf og 30 sekúndum, við getum bara sjálf verið þannig að við bara, það bara svona einhver innri tókstreita eða eitthvað óuppgjart eða mikið tilfinningaleg streita, þannig að þá þarf maður bara að leita sér aðstoðar eða finna viðeigandi meðferð að form sem henta manni og þú veist, mín besta streitulósun til dæmis bara það að fara í góðan göngutúr eða bara labba okkar fjall eða þú veist, og þannig fyrst mér ég finn bara hvernig streitan hún bara svona legur úr mér og að því að streitan ekki að fara, við erum öll að fara að vera fyrir barðinu á henni, hún bara mismikil í lífinu hjá okkur. Þannig að, og hún getur alveg verið okkur góð, hún hjálpar okkur að klára prófið eða halda fyrirlesturinn eða, þú veist, fara í gegnum maraþórið, hún hjálpar okkur á þessum stundum sem við þurfum á hún að halda til þess að svona íta okkur aðeins í ákveðnum aðstæðum. En hún getur tekið yfir og verið og mikil og þarna bara, þú veist, að finna sér einhverja streitulosandi athafnir, þú veist, það getur verið, þú veist, 5 mínútna hugleiðsla eða hugleiðsla app eða, þú veist, mín besta leið sem segi, ég bara, þú veist, ég það að ég get valla setja kjör og hugleitt, sko, ég á bara erfitt með það. Þannig ég notar göngutúrinn og hann duga mér og ég reyndar með innfröðugufu heima, ég nota hana og það eru einhverja vísbendingar sem að einhverja svona hypothesis tilgátur sem sína að það gefa til kynna að rauð innfröðu sána getið lakka kortisol eða streituhormónið og minkabólgur og ýmislegt svona, einhver heilsufarslega jákvæð áhrif en klárlega streitulosandi áhrif, ekki spurning. Og svo bara, þú veist, fara í hittapottinn og bara hlæja og hafa gaman og gera eitthvað skemmtilegt með fólkinu sínu. Þú veist, það líka bara rosalega góð streitulósun. Akkurat. Hún nefnilega svo lúmsk þessi streita, sko.
Já. Fólk áttar svo eftir ekkert á því að það sé. Nei. Já, svo bara allt í einu lendir fólk á vegg og þú veist, ég að fá oft þessa konur til mín sem að, þú veist, þær voru bara go og svo allt í einu bara, heyrðu býtu nú, allt í einu bara fór ég að gráta í vinnunni eða ég bara, þú veist, gat ekki meir og ég bara gat ekki fara á æfingu eða tekist á við verkefni, bunkan í vinnunni, var mér bara ofviða og þú veist, og ég skil þessar konur að því ég hef stundum verið þarna að svona að nálgast þennan stað og maður hefur náð að kippa sér þarna í rauninni niður og en streitan svo fljót að spíralast í kerfinu og kemur svolítið aftan á menn, hún losa lúmsk. Já. Og þarna þarf maður bara að hafa eitthvað bjargrað, þú veist, maður þarf að hafa eitthvað verkfæri í töskunni sinni til þess að bara nýta sér áður en að, þú veist, maður lendir á þessum vegg og þannig ég tala rosa mikið streitu við konur, þú veist, ég stundum bara, ég bara en að mótiverðar í bara það að tilengja sér streitu losandi athafnir, bara hvað getur við gert? Já. Bæði til þess að fyrirbyggja og nú þegar að vinna á streitunni sinni, það of bara fyrsta mál og svo komaði tími kannski eftir mánuði endurkomutíma og þú veist, bara fyrsta verkefni var bara þetta, skilurðu. En ég veit að mæla alltaf með því að, þú veist, að mér finnst kaffi svo gott og þú veist, og sumar konur að nota eitthvað annað, að nota orkudrykki eða eitthvað annað, eitthvað hægjur í deginum fyrir koffingjafa. Þú veist, við getum alveg að nota koffinu, við þurfum alveg að fara samt varlega með það. Og þú veist, ég vil hvetja þess að nota meiri jurtate, skilur að nota bara, þú veist, þess vegna grænt te með vægu koffinni á móti kaffinu og þú veist, jafnvel róandi jurtate þegar þess þörf, þú veist, að fá sér kamillutu í deginum eða einhver góð te sem maður að kaupa alls konar te sem eru róandi og þau eru raunverulega að hafa áhrif á alls konar líffærastarfsemi, bara hver einasti bolli sem þú drekkur á jurtate. Þannig að þú veist, þarna svona pínu falin perla sem að mér finnst ekki margir, þú veist, vera átt að sjá og eitthvað sem við getum nýtt okkur mjög auðveldlega. En hvar eru karlarnir? Akkur heldur að það sé langmest konur sem leita til? Sko, það eru náttúrulega, þú veist, hvað ég segi, ég myndi kannski skjóta að væru kannski 5% karlmenn sem leita til mín, þú veist, ef það nær því, en þeir koma alltaf svona einn og einn og við erum náttúrulega svolítið hjúkurnar á heimilinu, bara við konur, þú veist, við erum oftar en ekki heilsumeðvitaðri, ég veit ekki, kannski nú ekkert að vera eins og sé, þeir geta alveg verið það líka að sjálfsögðu, en þeir eru kannski lengur að leita sér hjálpar held ég, þú veist, þeir eru svolítið með þetta og þeir eru bara einhvern veginn ekki alveg, við erum kannski tengdari líkamannum með einkennunum okkar, ég veit það ekki, það getur verið kannski skýring, nú ég bara að þú veist að tala svolítið upp átt út frá því sem ég að hugsa, en já, það þú veist, þessi kallmenn sem hafa komið til mín, þeir hafa stundum meira þess að komið að því að konan rálaði þeim að koma og hún eiginlega sendi það og eiginlega stundum meira þess að bóka án tíman og svo komið þeir, svo voru þeir rosa ánægðir þegar þeir komu og og það getur verið kannski út að háþrýstingi eða eitthvað tengslu við blöðruskirtilinn eða þeir eru ekki að sofa eða það melting ekki, bólgur eða eitthvað, það bara að missa hvað þeir eru þetta, þeir eru alveg að eiga við ýmislegt líka og fari gegnum sitt hormónaskeið og og það ekkert mikið verið að tala svo sem það en auðvitað fer þeirra hormón líka dvínandi eins og okkar og stundum bara dettur það niður og droppar bara eins og kletti eins og gerist hjá okkur. Þannig að testosterónu þeirra bara það getur bara, það er náttúrulega bara þeirra ríkjandi hormón, þau eru auðvitað líka með smá estrogen í töluvert auðvitað minna magni en þú veist, það getur líka gerst alveg svo þegar konur fara af breytingaskeiði yfir í tíðakvörf þegar hætt á blæðingum og þá oft svona hrapa svolítið hormónin svolítið hratt niður og þá geta þær fundur svolítið hressilega fyrir því, þú veist, en það getur líka alveg gerst hjá körlum, það er svona aflíðandi svolítið meira hjá þeim að droppa svona meira aflíðandi en það getur alveg gerst svona skarplega og sérstaklega fari í gegnum eitthvað svona streitu erfiða kafla, þú veist, að því að streitan hefur raskandi áhrif, klárlega og bara það að vera, þú veist, lágur í D-vitamíni hefur áhrif á testosterónbúskapin okkar, þú veist, meðal annars og bara skorta ákveðin mikilvæg næringarefni svo sink og fleiri næringarefni sem að geta haft áhrif hana. Já, ástæðan fyrir ég spyr sko bara því að þetta er nákvæmlega sama hjá mér, þú veist, ég er með heilsumarkþjálfun og það eru örugglega bara svona 5% karla, þetta er þú veist, langstærsti hlutin eru konur sem að leita sér aðstoðar. Já, þú veist, ég hugsa að þeir bara, þú veist, þeir eru og þeir fara kannski bara svolítið, þú veist, þá bara fara svolítið í það, þú veist, þeir eru kannski, þeir þurfa minni kannski á þessari samtals, þú veist, konur þurfa svolítið kannski að tjá sig og tala einkennin og svona fara á dýptina með það, ég svona skynja það, þú veist, bara í gegnum árin og
og þeir eru meira svona direkt og sér bara þetta og ég ætla að laga þetta og þú gera þetta núna. Já, og ef ég hef sett upp, þegar ég hef sett upp meðferðarplön fyrir kallmenn, þú veist, þá eru þeir rosa meðferðarheldnir. Já, ég ætla akkurat að Þeir segja eru rosalega, þeir fá alveg plús í kladdan halda sér við efnið og þeir vilja bara hafa þetta mjög skýrt og skorinist og þú veist, og þeir eru mjög svona, þú veist, þetta er eins og þetta er mjög svona direkt, þú veist, þetta er bara, og þeir gera þetta og kom tilbaka, ég geri þetta og ég líði svona og þetta bara var að virka, eða þú veist, hvernig sem það fór, þannig að þeir eru mjög, þú veist, svona patient compliant, þess að maður segir á ensku, þeir bara meðferðarheldnin er mjög, ríkjandi eða há hjá þeim. Þannig að það er áhugavert, sko, og eitthvað sem ég hef svo sem ekki pælt hann í, en svona, en þú veist, mér þykir það bara alltaf áhugavert þegar þeir leita til mín og mér finnst það bara gott að geta hjálpað þeim, skilurðu. Einmitt, og sko ég hef oft tengt þetta einhvern veginn við hormónin, við erum meira flöktandi og þess vegna erum við líka flöktandi í venjum, þeir einhvern veginn ná að halda sér stabíli, eins og eitt sem kom til mín og fekk svona svolítið ráðlegginga varðandi mataræðið og hann tók þetta einhvern veginn bara strax, hann bara fór bara að taka nesti í vinnuna, fekk bara hugmyndir og hann bara hélt sér bara við það og náði bara einhverjum svaka árangri á vellíðan, að því ég mæli yfirleitt bara í vellíðan, en þú veist, kaupaukin var það kannski hann léttist 10 kíló, skilurðu, en aðalatriði var bara að líða vel og finna orkuna meira og andlega jafnvægi og allt þetta og en það tekur okkur konur yfirleitt lengri tíma. Já, við náttúrulega erum með allt annan hormonabúskap en þeir, þú veist, og það er bara alveg svo bara með, þú veist, það er stundum í umræðinu, þú veist, þetta með þyngdar í rauninni stjórnun eða, þú veist, hvernig sem getum orðað það, þú veist, svona, hvernig, það er bara öðruvísi þegar hormónu fara að dvína hjá okkur og þeim, þú veist, það er bara öðruvísi hormonabúskapur hjá okkur, hvað þetta varðar, skilurðu. Þannig að það er stundum þannig að þeir, þú veist, þeir ákveða bara að þeir ætla bara að taka sér 10 kíló og þeir gera það bara einhvern veginn núleitni, sko. Það er eins og hormónum hver þeirra sé einhvern veginn vatni eða það er svona hvort það er þeim í hag, skilur ég bara, en nú er ég bara, þú veist, að tala upp átt og þetta er ekkert eitthvað sem ég er að stiðast ykkur rannsóknir þarna, en þetta er áhugavert að svona skoða þetta en maður sér þetta svona, reynsluvísindin er alltaf að sína okkur það að þetta er svolítið svona, þú veist. Þannig að og þar kemur auðvitað bara inn, þú veist, þetta viðkvæma hormónakerfi, þú veist, þetta svona fín nákvæma hormónakerfi okkar sem er svo viðkvæmt fyrir árit úr umhverfinu. Veist, þeir eru með örugglega svona þess harðbyggðar kerfi að vera þola allavega hlutina þess öðru sem við, sko, með öðru sætti. Þú veist, ég bara, þú veist, til dæmis eins og með sjálfa mig, maður er kannski bara búin að ákveða eitthvað og það gengur alveg vel kannski í 1-2 vikur og svo kemur eitthvað upp á og þá bara einhvern veginn snýst allt aftur við. Þetta er ótrúlega. En við erum aðeins flóknari verur, það er bara svoleiðis. En mér langar svolítið að spyrja þig að einu sem ég er búin að punta hérna hjá mér því ég hef svolítið mikið verið að mæla með svona munnúðavítamínum og bætiefnum. Er upptakan alltaf öðruvísi en af töflum, þú veist, vegna meltingarinnar eða? Þú veist, þarna náttúrulega, sko, fer þetta bara svolítið eftir auðvitað bara hvað við erum með skilvirk og góða meltingu. Þú veist, það eru auðvitað bara margir í dag með hægðatregðu, þú veist, og halda þeir séu bara með, þú veist, þeir eru kannski að hafa hægðir einu svona dag, en raunverulega eru þeir kannski fullt skotti að hægðum, skilur, þeir eru bara með, þú veist, við erum náttúrulega ykkur 6 metrar, þú veist, 5-6 metrar sem að þarmannur okkar eru, og þá eru auðvitað upptakan ekki eins góð ef þú ert kannski með uppsafnar hægðir, og því það er fyrirstaðarna, skilur, og svo trappast eitthvað loft þarna á milli og svo leis og bæður við þá ekki að brjóta niður og nýta á frás og það er allt saman. Þannig að það er svona, það hefur áhrif, en auðvitað, þú veist, vítamin í dag eru auðvitað verða hylkin og töflur alltaf góð og gild og eitthvað sem að bara, við erum með góða meltingu sem við nýtum. En þú veist, vítamingeirin er samt sem áður svolítið að færast yfir í, þú veist, maður er farin að sjá í auknum mæli, þú veist, vítamin í sprayformi eða í tuggutöflu eða, þú veist, svona undir tungu eða þú veist, ykkur gúmmiformi, þú veist, það sem er bara bryðja eða, þú veist, tyggja og láta leysast upp í munni, fljótandi formi jafnvel, þannig að þú veist, og þetta er svona, þú veist, þetta er auðvitað inntaka sem hentar kannski ákveðnum hópum, segjum bara eins og eldra fólki sem eru kannski með skerta frásógun, bara út frá bara hækkuðum aldri eða bara slæmri meltingu, að þá geta svona spray til dæmis verið bara góður valkostur og sögutöflur. Þannig að og eins kannski er erfitt svo fyrir ef að börn þurfa að taka einhver bætiefni. Mér finnst reyndar bara, ég segi alltaf matur fyrst, það er alltaf bara food first hjá mér og bara fáum út úr fæðunins mikið og við getum, bara þannig að það sé sagt.
og en auðvitað enginn að borða fullkomna fæðu og við erum að spæna efnunum stundum upp meira heldur en við erum að fá þau og gegnum streitu eða hreyfingu eða eitthvað sem við erum að gera og við erum kannski ekki að ná að borða það fjölbreytt stundum og þá getur verið ákveðin svona baktrygging að taka kannski gott fjölvitamin eða auðvitað þurfum við að taka omega-3, við erum ekki að borða feitan fisk 3 sinni í viku sem við gerðum í gamla daga og við þurfum að taka D-vitamin, búum á norður hveli veraldar og við þurfum yfir háveturinn að huga svolítið að D-vitamin inntökunni. Daglega. Já, og bæði D-vitamin í spreyi, töflu, hylki, þetta virðist allt vera að nýtast og maður svona þegar fólk kúnnarnir mínir hafa verið að fara kannski svo í blóðpurur þá sjá þeir alveg að D-vitamin að pikkast upp og aukast hjá þeim bara eftir, á allri þessi inntöku í rauninni, eftir hvað formið það er en hentar svolítið bara þetta misjafnt eftir aldurshópum og bara sumir erut með að kyngja, þá getur þetta verið rosa bara góður valkostur. Æðislegt. En er eitthvað að lokum? Er eitthvað sem ég að gleyma að spyrja sem að ég langar rosalega koma frá þér? Við erum náttúrulega búin að fara mjög svona vítt og breitt og ég myndi bara kannski vilja skilja fólk eftir með það. Það er bara, það er þetta er í grunninn rosa einfalt, þegar við erum að svona horfa lífstílinn okkar, höfum þetta bara einfalt og reynum bara, að eins og segja, næra okkur vel, hreyfum okkur svona nokkur reglulega, og pössum streitun og svefnin, það eru þessi grunngildi sem að koma okkur ansi langt þegar kemur að heilsufaran okkar og mikilvægt líka bara að njóta og hafa gaman. Þetta er bara geggjur lokaorð, það ekki. Bara takk æðislega fyrir að koma og ótrúlega gaman að hitta þig og bara takk fyrir að bjóða mér, virkilega gaman að koma. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla. Einnig býð ég upp á heilsumarkþjálfun annarkvæmt miðvikudag í sjúkraþjálfun í sporthúsinu, þannig að ef að þig langar að bæta heilsuna, veist ekki alveg hvað átt að byrja, þá er frábært að bóka tíma hjá mér í heilsumarkþjálfun og ég hjálpa þér af stað í þitt heilsuferðalag. Hlakka til að sjá þig.